Rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir Ísraelsmenn fremja þjóðarmorð á Gaza. Ísraelsher hóf í nótt sókn inn í Gazaborg til að hernema borgina. Óleiðréttur launamunur karla og kvenna jókst rúm 10% í fyrra. Misréttið blasir við okkur, segir formaður BSRB. Tugum milljóna munar á starfsævinni, segir formaður VR. Ísland langt á eftir þegar kemur að friðun hafsvæða að mati dósents í hafrétti. Dæmi að kóralrif við strendur landsins séu farin að láta verulega á sjá vegna ágangs veiðarfæra. Mjólkurbíllinn fór í sína síðustu ferð yfir á Rauðasand í sumar þegar mjólkurbúskap þar lauk. Íbúar eru ukandi hvernig samgöngum verður háttað í vetur þegar ekki þarf lengur að moka fyrir mjólkurbílinn. Vísindamenn rannsaka hvaladauða á Norðurlandi eystra. 4 hvali hefur rekið á land á síðustu vikum, þar af 2 andarnefjur við Öxarfjörð í gær. Gott kvöld. Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir Ísrael fremja þjóðarmorð á Gaza í nýrri skýrslu. Stjórnvöld í Tel Aviv, þar á meðal forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu, eru sögð hafa hvatt til þjóðarmorðs með yfirlýsingum sínum og aðgerðum. Hátt í 65.000 manns hafa verið drepin frá því Ísraelsmenn réðust inn í Gaza 7. október 2023, en tilefni þá var árás Hamas á Ísrael þar sem rúmlega 1200 voru drepnir. This has been the most ruthless, prolonged and widespread attack against the Palestinian people since 1948. Every day that passes, the killings and the starvation of the Palestinians continue. Statements made by Israeli authorities are direct evidence of genocidal intent. The Commission also concludes that the pattern of conduct is circumstantial evidence for genocidal intent. Athafnir Ísraelshers uppfylla 4 af 5 skilyrðum hópmorðs sem kallast í daglegu tali þjóðarmorð. Að drepa einstaklinga úr hópnum, sem Ísraelsmenn hafa gert með beinum árásum. Að valda einstaklingum úr hópnum alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða. Beinar árásir, misþyrming á föngum og eyðilegging heimila fólks hafa stuðlað að því. Að þröngva hópnum af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að líkamlegri eyðingu hópsins. Ísraelsmenn hafa sprengt sjúkrahús og komið í veg fyrir að neyðaraðstoð og nauðsynjar komist til Gaza. Að beita þvingunaraðgerðum sem miða að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum. Árás á stærstu frjósemisstofu héraðsins í desember 2023 fellur undir það. Þar eyðilögðust 4.000 fósturvísar. Við erum að skoða og vonandi ekki síðar en í október að vera að hvort að við verðum aðilar að málsókn Suður Afríku varðandi Alþjóðadómstólinn gagnvart Ísrael þegar kemur að skilgreininguna á hópmorði eða þjóðarmorði. Þannig að við erum í samtali við líkt þenkjandi ríki varðandi það. Það er Alþjóðadómstólsins að ákveða þetta. Ég undirstrika, þarna eru þjóðernishreinsanir að ræða, þetta ber öll einkenni þjóðarmorðs. Hallgrímur, á sama tíma og þetta er að gerast tilkynntu Ísraelsmenn landhernað langt inn í Gazaborg. Hvað þýðir það? Ísraelsmenn sem vel að merkja hafa hafnað ályktunum þessarar skýrslu, þeir gerðu mjög umfangsmiklar árásir sem þeir hafa reyndar hótað í nokkra vikur. Þeir segja sjálfur að þetta sé stórskref í að uppræta Hamas og ísraelska blaðið Haaretz hefur eftir ónafngreindum embættismanni innan hersins að herinn ráði núna yfir 40% af Gazaborg þar að segja. En það má segja að þetta sé bara einlega staðfesting á því að Ísraelsmenn ætla þrátt fyrir niðurstöðu þessarar skýrslurannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna hvergi að slaka á fyrir en þeir telji sig í raun og veru hafa náð því yfirlýsta markmiði sínu að uppræta Hamas-samtökin. Landhernaður er hafinn, hvað með fólkið sem býr þarna? Sameinuðu þjóðirnar segja að 140.000 manns hafi flúið Gazaborg. Flestir þeirra eru í raun og veru að fara úr röskun í eldinn. Því það er engin griðastaður fyrir þetta fólk, margir hafi ekki efnið á að fara neitt einu sinni, þannig að margir eru bara að sofa utandyra. Þetta staðfesti líka Ahmed Al-Mamlouk sem er frá Gaza en flúði hingað til lands. Hann hefur verið í sambandi við vini sína sem lýsa þar skelfilegu ástandi og hann hefur náttúrulega af þeim sökum áhyggjur af þessum áfanga í þessum linnulausu árásum Ísraelsmanna.
أشعر في الحزن لذلك لأن ما يحدث في شمال قطاع غزة القصف الكثيف هناك على المواطنين في الشمال القطاع من قصف بنايات قصف الأبراج قصف المنازل قصف المستشفيات قصف الصحفيين قصف كل شيء هناك على وجه الأرض. Fólk reynir að komast frá Norður-Gaza til suðurs en þær þúsundir sem eru særðar komast ekkert. Það enginn til að flytja þau. Svo ræður suðurhluti Gaza ekki við að taka á móti slíkum fjölda særðra. لكن لا يوجد تنسيق بين الصليب الأحمر والجيش الإسرائيلي هناك لنقلهم فلذلك نحن نواجه كارثة إنسانية في شمال قطاع غزة من قصف من مجازر من إبادة جماعية. 1,5 milljón manna reynir að komast suður en landamærastöðvar eru lokaðar og ekki hægt að fá lyf, mat eða neitt annað til að hlúa að íbúum þar. Þetta staðfestir einn íbúi Gaza sem á flótta frá Gazaborg. اقسم بالله احنا بنموت في كل لحظه وكل دقيقه بنعاني بنموت عطش من الميه من الجوع بنعاني من كل حاجه من الخوف اولادنا اطفالنا بتصحى خايف وبتنام خايف. Ahmed ræddi í gær við vin sinn. Eiginkona hans alvarlega særð og þarf að komast til læknis utan Gaza en það allt lokað. إذا استمرت في الجلوس في قطاع غزة ستفقد ذراعها. Hann á 5 systkini og foreldra á Gaza. Hann náði sambandi við eina systur sína í gær og heyrði sprengjugni og byssukvelli. Þau hafa hrakst á milli staða, skóla og flóttamannabúða og reyna núna að komast til suðurs. هناك منذ يومين تعيش هي وأطفالها وزوجها تقول لي نعيش في الشارع بين الناس بالقرب من المدارس لا يوجد مكان إليهم لا يوجد بناية لا يوجد خيمة هناك لا يوجد أي شيء لهم. Ahmed sem sjálfur hefur mist konu og 4 börn í stríðinu segir að sannarlega sé verið að fremja þjóðarmorð á Gaza. لكن مهما تحدثنا هنا مهما شاهدنا مهما سمعنا نحن لم نعيش الواقع من يعيش الواقع هو المواطن الذي يعيش هناك في قطاع غزة. Hvernig svo líklegt að framhaldið þróist? Já, þetta nýjasta skref sem Ísraelsmenn hafa stigið sýnir nú allavega ekki mikinn vilja Ísraelsmanna til vopnahlés. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði þó í dag eftir að hafa aftur fordæmt hernaðinn á Gaza að hann ætlaði að hitta bæði Benjamin Netanyahu og Donald Trump Bandaríkjaforseta á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í næstu viku. Netanyahu sagði reyndar í gær að Ísrael stæði frammi fyrir aukinni einangrun alþjóðlega, til dæmis gæti verið lokað fyrir vopnasölu sem þýddi að Ísraelsmenn þyrftu að koma sér upp eigin vopnaframleiðslu. En hvað var að framtíð Gaza, þá rættum við það eins við Magnús Þorkel Bernharðsson sem prófessor í miðaldasögu við Háskólann í Massachusetts og hann sagði að tilgangur Ísraelsmanna væri hreinlega að hreinsa Palestínumenn frá Gaza. Þetta að færa þetta upp á hærra stig heldur en áður hefur verið og þar af leiðandi líklegra að eyðileggingin og verður mun meiri umfangsmeiri og fleiri Palestínumenn koma til með að deyja heldur en áður. Það sem kannski eðlilegt endalok þessa aðgerða algjör eyðilegging á Gaza þar sem það verður nánast ekki hægt að lifa þar lengur. Magnús Þorkell segir að þó að þessi landhernaður hafi verið lengi í undirbúningi hafi verið nauðsynlegt að fá grænt ljós frá utanríkisráðherra Bandaríkjanna í heimsókn hans til Ísraels í gær. Ísraelskir stjórnmálamenn eru með ákveðna sýn gagnvart Gaza. Draumur þeirra að hreinsa þetta svæði algjörlega af Palestínumönnum, að Palestínumennum þarna hverfi og farið þá kannski til nágrannaríkjanna og þess að þar og Ísrael geta þá komið upp síðan eigið svæði þarna á þessum slóðum. Langan tíma eigi eftir að taka að byggja upp aftur það líf sem hafi verið þar. Magnús Þorkell segir mikilvægt að fá niðurstöðu rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna þjóðarmorð fram sem geti réttlætt aðgerðir annar staðar gegn Ísrael. Netanyahu sé þegar farin að búa þjóðina undir aukna einangrun frá alþjóðasamfélaginu. Og þetta með það hugsanlega auka það ákveðin meðbyrja ákveðin hóps stjórnarandstöðunnar í Ísrael að hann og hans flokkar og þess flokkar standa ríkisstjórninni ekki lengur færir að stýra Ísrael út úr þessu stríði. Og þá að öðru. Óleiðréttur munur á launum kvenna og karla jókst annað árið í röð samkvæmt greiningu Hagstofu Íslands og nemur 10,4%.
Mestur var óleiðrétti launamunurinn 2024 eftir atvinnugreinum í fjármála og vátryggingastarfsemi 26% og í flutningum og geymslum 24%. Eftir starfsstéttum mestur munur milli karla og kvenna meðal tækna og sérmenntaðs starfsfólks 25% og þá hjá kjörnum fulltrúum æðstu embættismönnum og stjórnendum 16%. Munurinn konum í hag við skrifstofustörf 5%. Það sem maður nýtur að hann að hækka meira á almennum markaði en ekki hjá hinu opinbera og hann miklu meira á almennum markaði. Og ef við myndum taka sem dæmi manneskju sem með í kringum 800.000 krónur í laun á mánuði, þá eru þetta 80.000 krónur á mánuði sem þessi launamunur og þá ertu komin upp í 1 milljón á ári og yfir starfshæfina getur þetta hlaupið á 20 milljóna. Í óleiðrétta launamunum notuð gögn úr launarannsókn Hagstofunnar í október í fyrra, þá átt við heildarlaun, bæði grunnlaun og aukagreiðslur eins og álags- og bónusgreiðslur, vaktaálag, eftirvinnu og tilfellandi yfirvinnu. Ekki tekið tillit til starfs, menntunar, starfsaldurs og aldurs innan hvers starfaflokks eins og þeir eru skilgreindir í rannsókninni. Vinnuvika kvenna lengri en karla, þar að segja í launum og ólaunum störfum. Launamunur karla og kvenna eykst á barneignaaldri. Konur að lækka 30–50% á fyrstu árum barnsins en karlar að lækka mjög lítið í launum og svo helst þetta alveg að 10 árum hjá konunum að það að hafa áhrif á launin þeirra. Vonir eru bundnar við svokallað virðismat starfa, vinnu sem framhaldið hjá ríkinu eftir úttekt sem kynntar í fyrra. Markmiðið að meta óáþreifanlega þætti sem einkenna kvennastörf og meta til jafns á við þau störf sem talin eru skapa áþreifanleg verðmæti. Þessi óleiðrétti launamunur segir mjög mikla sögu samfélagið eins og það Þetta mannréttindamál og misrétti blasir við okkur. Þótt óleiðrétti munurinn á milli karla og kvenna sé 10,4% hann mjög mismunandi eftir aldri. Fyrstu árin hann lítill. Hann eykst á barneignaaldri eins og kom fram áðan. Frá 45 ára þar til eftirlaunaaldurinn nálgast hann langmestur. Tæp 17% frá 45 til 64 ára. Við erum að sjá núna nýjar tölur frá Tryggingastofnun örorku kvenna. Það eru svolítið sláandi því að þær sýna allt upp í 4/4 kvenna í ákveðnum aldurshópum með örorku. Og það sem einkennir þann hóp umfram aðra hópa mikið vinnuálag, mikil og þung umönnunarbyrði, að vera einar með svona heimilishaldið og ábyrgðina þar. Og síðan líka jafnvel andlegt ofbeldi og erfið samskipti á vinnustað. Og við vitum að megin ástæðan fyrir launamunur kynjanna vegna þess hversu kynskipti vinnumarkaðurinn þar að segja að stóru kvennastétnar okkar eins og í heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og menntageiranum sem halda samfélaginu gangandi, þær eru vanmetnari launum, hafa raunverulega verið á afsláttarkjörum allan annan tíma. Það mikilvægasta skrefið sem þarf að taka. Og það auðvitað óskiljanlegt að í ofanálag að það sé á afsláttarkjörum ætli ríkisstjórnin núna að skerða réttindi þeirra. Þar áttu við hvað? Það ætla að afnema áminningaverndina, með áform þar Botnvörpuveiðar sú veiðiaðferð sem eyðileggur mest að mati lögfræðings í Hafrétti. 1,6% viðkvæmra svæða í efnahagslögsögu Íslands eru friðuð. Dósent við HR segir Ísland langt á eftir öðrum löndum þegar kemur að friðunum í hafinu. Kóralrif við strendur Íslands sum farin að láta á sjá vegna ágangs. Á þessum myndskeiðum frá Hafrannsóknastofnun sjást áhrif veiðarfæra á kóralsvæðum. Myndskeiðin eru flest tekin í Skaftárdjúpi úti fyrir ósum Skaftár á Suðurlandi. Trolls have a devastating effect on the marine environment, and I think what's so important about this is the science is really absolutely clear at this stage that is the most destructing fishing practice. So while they're targeting certain species, it has the impact of absolutely devastating ecosystems, habitat, and picking up species that aren't actually targeted in the trawls. So trawling, when it comes to fishing, is the worst form of fishing. Hafrannsóknastofnun vinnur á því að kortleggja viðkvæm vistkerfi á hafsbotni í kringum Ísland. Á þessu korti sést reglugerðarlokun viðkvæmra svæða, svo sem kóralsvæða, svampasvæða og neðansjávar hverasvæða, sem hafa verið friðuð til að vernda botnvistkerfið. Þetta eru samtals rúmlega 12.000 ferkílómetrar eða 1,6% af efnahagslögsögu landsins. Ef miðað við svæði sem eru undir 1000 metrum og eru undir álagi vegna veiða hlutfallið nærri 4%.
Ísland aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna vernd líffræðilegs fjölbreytileika og hefur skuldbundið sig til að vernda 30% af hafi, landi og ferskvatni fyrir 2030. Við erum langt á eftir, það alveg ljóst með það friða svæði í hafinu. Við þurfum að gera bæði innan lögsögu í okkar hafsvæðum en líka á úthafinu og bara skyldur ríkja til verndar hafsins eru alveg ótrúlega ríkar og sífellt bara víðtækari. Snjólaug og Samantha tóku þátt í pallborðsumræðum í umhverfisþingi í Hörpu í dag. Samantha segir litlu eyjaríkin geta verið leiðandi í verndun hafsins. And I think there's a lot of knowledge and a history of management of resources in these national waters and the exclusive economic zones that we can learn from small island nations. And I think it really gives them the opportunity to be ocean champions and stewards of the ocean and to really be a loud voice in this global movement for ocean protection. Hrönn Egilsdóttir, sviðsstjóri umhverfissviðs hjá Hafró, velkomin. Hvers vegna erum við ekki komin lengra í verndun viðkvæmra hafsvæða en þetta? Já, við á Íslandi, má segja, erum komin lengri en margir af því við erum með ansi gott fiskveiðistjórnarkerfi. Það sem ákveðin verndun inn í kerfinu, meðal annars þá má ekki toga innan 12 mílna lögsögunar, eða 12 mílna línunar. Þannig að við erum komin aðeins á stað, það má ekki gleyma því, en við getum auðvitað gert mjög betur og þurfum að gera mjög betur og sérstaklega viljum að ná markmiðum 30% verndun fyrir 2030. Já, við eigum talsvert í land með það. Hvernig náum við því? Það með ýmsum ráðum. Við þurfum náttúrulega að undirbyggja allar ákvarðanir með vísindalegum gögnum og tryggja vísindalega nálgun. Og það okkar hlutverk hjá Hafrannsóknastofnun að gera það. Við höfum átt mjög gott samstarf við atvinnuvegaráðuneytið sem hefur í nokkur ár kallað eftir upplýsingum og gögnum og ráðgjöf verndun búsvæða í sjó og við höfum verið að vinna að ýmsum verkefnum til að undirbyggja það. Þannig að við erum í raun og veru í mjög virku starfi til þess að gera okkur tilbúin til að veita góða ráðgjöf verndun alltaf 30% af lögsögunni til að vernda líffræðilega fjölbreytni. Það var minnst á botnvörpuveiðar í fréttinni hérna á undan. Þarf að takmarka þær enn frekar? Það alltaf spurning. Í dag ekki lokað fyrir þær mjög víða, það sem að mögulega þyrfti að loka og það eitthvað sem þarf að skoða. Það þannig með verndun að þú ert ekki alltaf að vernda allt svæði fyrir öllu. Það alls konar tegundar af verndunum og þú getur verið að vernda sum svæði vegna þeirra viðkvæm og sum af því það líffræðilegur fjölbreytileiki sem þú vilt tryggja verndun á. Þannig að það þarf í raun og veru að skoða mjög heildstætt. Það þarf að tryggja gott samtal milli ráðuneyta og stofnana og samstarf þar og skoða málin frá öllum hliðum. Benda má að þú getur verndað fyrir veiðum en þá ekkert endilega verndað fyrir námugreftri af því þarna eru tvær lagaumgerðir undir. Þannig að það þarf að gera þetta vel og ég held að við þurfum bara hreinlega að vinna saman að þessu markmiði, stjórnvöld og stofnanir og auðvitað hagaðilega líka og þá getum við náð ansi góðum árangri öllum til hagsbóta. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Hrönn Egilsdóttir. Dómsmálaráðherra segir að lögreglan hafi brugðist rétt við þegar gripið var til viðamikilla aðgerða vegna samkvæmis vítisengla í Kópavogi helgina. Yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra sagði í fréttum Sjónvarps í gær að almenningi stafaði ógn af starfsemi klúbbsins. 3 voru handteknir í aðgerðum lögreglu en sleppt síðar. Þá það auðvitað staðreynd í málinu að Europol skilgreinir þennan hóp sem glæpahóp. Þannig það auðvitað alltaf fyllsta ástæða til að ekki bara fylgjast með, heldur bragðast við og helst að vera á undan. Sko, voru þeir að gera eitthvað af sér? Það eitthvað vitað? Lögregla verður auðvitað svara fyrir einstaka aðgerðir eins og ég segi, þarna ákveðin hópur sem skilgreindur með þessum hætti og viðbragðið var í samræmi við það. Þannig að þessar aðgerðir voru réttlætanlegar? Algjörlega, fyllilega. Líkur á nýju eldgosi eða kvikuhlaupi úr Svartsengi aukast í lok september. Sérfræðingar Veðurstofunnar telja að 9 milljón rúmmetra af kviku hafi safnast í kvikuhólfið síðan síðast gaus miðjan júlí. Miðað við fyrri reynslu aukast líkur á nýjum atburði þegar 2 milljónir rúmmetra hafa bæst við. Óvissa þó töluverð að óbreyttu verður hættumat endurskoðað eftir viku. Íbúar á Rauðasandi eru uggandi yfir samgöngum í vetur eftir að ferðir mjólkurbílsins leggjast af. Bóndi segir að ef þangað kemi 3 fasa rafmagn og ljósleiðari væri hvergi betra að vera. Mjólkurbúskap á Lambavatni á Rauðasandi lauk í haust. Lambavatn var ysta mjólkurbúið á sunnanverðum Vestfjörðum.
svo að í ágúst fór mjólkurbíllinn í sína síðustu ferð óárennilegan veginn yfir á Rauðasand. Við höfum flotið á því hingað til að það hefur alltaf verið reynt að sækja að minnsta kosti einu sinni í viku mjólk. Þá hafa allir reynt að nota þann mokstur ef þeir hafa þurft að fara í búð eða sækja þjónustu. Ástór heldur sauðfé og rekur tjaldsvæði á Melanesi þar sem hann er fæddur og upp alinn. Melanes er einn 3 bæja á Rauðasandi í fastri búsetu. Flestir íbúar eru þar fæddir og uppaldir og hyggjast búa þar áfram. Er það ekki bara mannréttindi? Ég lít allavega svo á að það eigi að vera okkar ákvörðun hvort við búum hér eða ekki. Eina landleiðin þangað er yfir hlykkjóttan fjallveg sem fennir reglulega í kaf á veturna. Öll þjónusta sveitarfélagsins eins og sorphirða takmarkast af þessum samgöngum. Það er reynt að sækja hingað til okkar á sumrin. En leið og komin er eitthvað snjór eða hálka hér í dalinn þá er ekki sótt. Vegurinn Skersfjall er ekki mokaður reglulega á veturna. Heldur hafa íbúar samband við sveitarfélagið og óska eftir mokstri þegar þörf er á. Sjálfur þarf Ástór að sækja heilbrigðisþjónustu á Patreksfjörð 3 í viku. Þó að íbúum hafi fækkað er Rauðasandur sífellt eftirsóttari áfangastaður ferðamanna. Ástór segir tækifæri þar en þá þurfi að efla innviði. Búseta byggist orðið dálítið á þessari þjónustu að hafa fjarskipti, ljósleiðara, 3-fasa rafmagn og náttúrulega samgöngurnar. Ef við fáum einhver úrbót á þessum atriðum þá er hvergi annars staðar betra að vera. Bandaríski stórleikarin Robert Redford er látinn, 89 ára að aldri. Hans er ekki aðeins minnst sem leikara og leikstjóra heldur einnig sem baráttumanns í loftslagsmálum. Redford átti í glæsilegan feril sem leikari en skaust fyrst upp á stjörnuhimininn fyrir hlutverk sitt í Butch Cassidy and the Sundance Kid árið 1969. Fleiri stórmyndir tóku við á borð við The Sting sem tryggði honum einu tilnefninguna til Óskarsverðlauna sem leikari og All the President's Men sem fjallaði Watergate-hneyksli sem felldi Richard Nixon úr stól Bandaríkjaforseta. Redford var einn vinsalasti leikarinn í Hollywood í 20 ár en sneri sér þá í auknum mæli að leikstjórn og vann Óskarsverðlaun fyrir frumraun sína á þeim vettvangi, Ordinary People, árið 1986. En hann hafði sínar hugsjónir, til dæmis í loftslagsmálum. We have to act, and we have to act sooner rather than later because the meter's ticking. And the problem is growing. Ein af hans helstu arfleiðum stofnun kvikmyndahátíðarinnar Sundance árið 1985 sem var stökkpallur fyrir sjálfstæða leikstjóra. What we are about is to create this foundation of support that can go on and on and on as long as we respond to what is inevitable, which is change. Redford lætur eftir sig eiginkonu og 3 börn. 2 andarnefjur rak á land í Keldukverfi austan Húsavíkur í gær. Ekki tókst að bjarga þeim. 4 hvali hefur rekið á land á Norðurlandi eystra síðustu 2 vikur. They're 2 almost fully grown northern bottlenose whales. They're both roughly 8 meters long. Þessar andarnefjur fundust í gærkvöld austan Húsavíkur. Andarnefju kálfur rak á land norðan bæjarins í gærmorgun og hnúfubakur fannst nærri Grenivík fyrir rúmri viku. Rannsakendur reyna á næstunni að svara hvort þessir 4 hvalrekar tengist eða ekki. Right now we're not sure if there is any connection or if it's just a strange coincidence because it was different species that have pretty different habits, so it's really hard to say if it's just a coincidence or if there could be something more. Ekki telst síður athyglisvert að fleiri en eina andarnefju reki upp í íslenskar fjörur. Það gerðist síðast á þessum slóðum fyrir 7 árum þegar 5 hvalir strönduðu nærri Skjálfanda. Þegar björgunarsveitir mættu í fjöruna klukkan 7 í gærkvöld voru hvalirnir á lífi en drápust skömmu síðar. But do you have any idea why these whales beached? Honestly, no. Right now they look like they're in quite good condition, so there's nothing obvious reason why they would. Rannsóknir Háskóla Íslands og Hafrannsóknastofnunar verða ítarlegar enda ekki á hverjum degi sem sýni úr hvölum svo auðsótt. Ein kenning líffræðinganna að hávaði gæti hafa haft áhrif á ferðir hvalana en rannsóknirnar leiða það vonandi í ljós. Það tiltölulega fátítt að andarnefjur séu að stranda á Íslandi og þessar 2 gríðarstóru skepnur eins og þið sjáið að laða af talsverðan fjölda.
We just went from Húsavík actually, and we were on a tour for whale watching for 3 hours, and we didn't see any of the whales. And then we saw them on the beach, and you're like, wow, are the whales for real? So we stopped and we wanted to see what's happening. It's spectacular, but it's kind of sad. Bergsteinn, þú þingað komið til að segja okkur hvað verður í Kastljósi. Já, við ætlum að tala loftslagsmál. Það er dagur íslenskrar náttúru í dag og loftslagsmál þau eru ekki nándar nærri jafn ábyrjandi í umræðinu og voru kannski fyrir örfáum árum síðan. Þau hafa fallið í skugga á öðrum málum. Og það hefur líka orðið vart við ákveðna tortryggningar, verkefna kolefnisbindingu og fleira. Og við ætlum að pæla í af hverju með þeim Andra Snæ Magnússyni rithöfundi og Snjólugu Árnadóttur, dósent við Háskólann í Reykjavík, og svo er hún Viktoría Hermannsdóttir, hún er með stórmerkilega umfjöllun minningagreinar. Skulum ekki missa því. Þá ætlum við að líta til veðurs. Hæð yfir Grænlandi veldur því að lægðir sneiða hjá okkur og fara suðaustur og austur fyrir land og dæla köldu heimskautalofti til okkar næstu daga. Norðaustlægar áttir verða því ríkjandi með kólnandi veðri, víða kaldi eða strekkingur á morgun og dálítil slydduél eða skúrir, en sunnan heiða verður bjart veður og hámarkshitinn þar ekki nema 12 stig. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Mótsmet féll á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í dag. Við förum yfir það helsta frá keppnisdeginum. Það er orðið klárt hvaða lið verði í efri hlutanum og hver í þeim neðri í úrslitakeppni bestu deildar karla í fótbolta. Og við heyrum í einum leikrendasta KR-ingi sögunar hvað honum finnst gengi KR í deildinni í sumar. Og auðvitað hef ég, eins og aðri KR-ingar sumar, alveg komið heima af vellinum alveg bara mjög vondu skapi. Íþróttir hér eftir fréttir. Næst skulum við fara yfir það sem var helst í þessu fréttatíma. Rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir Ísraelsmenn fremja þjóðarmorð á Gaza. Ísraelsher hóf í nótt sókninn í Gaza-borg til að hernema borgina. Óleiðréttur launamunur karla og kvenna jókst rúm 10% í fyrra. Misréttið blasir við okkur, segir formaður BSRB. 20 milljóna munar á starfsævinni, segir formaður VR. Ísland er langt á eftir þegar kemur að friðun hafsvæða að mati dósents í hafrétti. Dæmi eru að kóralrif við strendur landsins séu farin að láta verulega á sjá vegna ágangs veiðarfæra. Mjólkurbíllinn fór í sína síðustu ferð yfir á Rauðasand í sumar þegar mjólkurbúskap þar lauk. Íbúar eru uggandi hvernig samgöngum verður háttað í vetur þegar ekki þarf lengur að moka fyrir mjólkurbílinn. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Ef þið viljið senda okkur ábendingar fréttir getið þið sendt póst á netfangið fréttir hjá ru.is. Takk fyrir samfélgina á öllum okkar miðlum það sem af er degi. Verið sæl og njótið kvöldsins.